heiti Elsa Ég heiti Jóni. og við erum sögukastið. Við náðum þátti 2. Ég er ógeðslega ánægð með okkur. We're doing it. We're doing the thing. It made it out of the chat. Yes. Já, ég er allavega mjög stoltur af okkur. Já, ég líka. Þetta, ég er sjúklega stolt af okkur. þetta er ekki eðlilegt fyrir okkur. Mögulega fyrir þig aðeins meira. Hvað meinarðu? Allavega ekki fyrir mig. Nei, svo sannarlega ekki fyrir þig. Mér finnst það mjög stórt skref fyrir þig. Já, það er það svo sannarlega. Litli kvíði sjúklingurum minn. Heyrðu. Þú ert Já, það. ég veit það. Já. En svona, ef fólk vil vita aðeins meira okkur, þá erum við saman. Við erum trúlóið. Búin að vera saman í 5,5 ár. Já. Jú. Og við eigum 2 doppmynda. Já. 2 doppóttir ferfællingar. Já. Doppóttir kallar. Sem heita Hendrix og Hagrid. Þeir eru hvernig best að lýsa þeim? Veseniskallar. Algjöru kúrukallar. Mjög dramatískir. Já. Eins og pappi sinn. Heyrðu, þeir fá þetta frá þér, sko. Nei. Jú. Og já. Þetta er, já. Lífið okkur hefur pínu verið held ekki af voffamenningunni, þannig að já, ef þið sjá okkur einhvern tímann þá erum við líklega með einhvern dalmatíund með okkur. Já. Allavega neitt. Já, því þeir þurfu alveg frekar mikla hreyfingu. Sannlega. Já. En já, mér langar bara að spyrja þig svona beint út. Hvaðan fékkst þú áhuga fyrir sögu? Sko ég hef eiginlega alltaf verið svolítið lúði. Og ég held eiginlega bara frá því ég var lítil líka við bara að horfa á Disney teiknumyndir. Já. Og mér fannst eins og bara allt við Frið og dýrið, sagan. Já. Ótrúlega áhugaverð. Og með Anastasíu og svo því ég fór að fatta að stundum með Anastasíu að það var byggt á alvöru. En ég veit ekki, mér einhvern veginn alltaf bara hefist haft áhuga á, ég veit ekki. Þetta er einhvern veginn bara alltaf verið svona í grunninn í mér. Já. Ég raunin bara öll saga nema Íslandssaga. Já. Og Norðurlandasaga. Já. Hún á sín moment, sko. En ég man alveg eftir að hafa verið í sögutíma, bara frá grunnskóla og við vorum að læra, að meðan aðrir krakkar hér og þar að læra einhverja byltingar og stríð og læknisfræðilega hluti sem einhver kom upp með í landinu eða byrjun á starffræði, skilur í landinu eða. Þá varum við að læra Stanley, fyrsta togaran með mótor í sér. Vá. Þetta er bara, ég veit ekki. Já, við eigum Íslendingasögunar, skilur, en við vitum svo lítið allt þetta fólk sem actually var hana. Já. Þannig að það er ekkert víst að mikið af þeim hafi verið til í einu leiti, sko. En ég veit ekki, svo einhvern veginn bara þegar ég fór í framhaldsskóla þá vildi ég taka alla áfanga í sögu sem ég gat og var á alþjóðafræðibraut í Versló. Já. Sem er svona, já, þá allan tókum við auka sagnfræði áfanga, eða sögu áfanga. Já. Svo bara fer ég í sagnfræði í HÍ, flyt svo til Parísar og það breytti alveg svolítið miklu. Já. Að flytja út. Skil það. Af því að þá allt í einu bjó ég í borg sem var með alla þessa menningu og sögu og bara hvert sem maður leit. Eða bara labbaði og þá var eitthvað nýtt að læra eða vita eða og sem er svo geggjað og getur bara að hoppa upp í lest og farið til Versala eða já. Algjörlega. Já, ég er bara svona eiginlega alltaf haft áhuga á sögu. Skilji. En þú? Mamma og pabbi hafa pottjætt gert hitt og þetta til þess að vekja áhuga minn á sögu. Mamma er var samfélagsfræðikennari og þjóðfélagsfræðikennari alveg í dágóðan tíma og þar með sögukennsla í því, sko. Og einmitt sérstaklega, seinni heimsstyrjöldin og rosa mikið að
Já. segja mig frá því og spurja mig út í og, þú veist, og þegar hún sá að, þú veist, ég hafði eitthvað áhuga á þessu og var að spurja mig út í, hvenær byrjaði seinni heimsstyrjöldin og ég bara, þú veist, ég var, þú veist, 12 eða eitthvað þegar ég vissi að hún byrjaði 1. september 1939, skilur Já. sem ekkert venjulegt fyrir. Nei, kannski ekki. Nei, en það að hafa spilað Assassin's Creed, Já. það hefur hjálpað, skal segja það. Já, við getum allan að sagt að við höfum farið mjög mismunandi leiðir Já. Já. Bara hvernig nálgunin okkar er. Já. Mjög mismunandi nálgun á sögu áhuganum okkar. Já, 100%. Já, það er einmitt ástæðan fyrir því ég fór einn til Flórens var einmitt út af Assassin's Creed 2. Já. Þegar hann gerist að miklu leyti í Flórens. Og ég ætla bara, ef að einhver hefur ekki farið til Flórens, þá gerir það við fyrsta tækifæri. Þetta er ein magnaðasta borg sem ég farið í. Sama ef fólk hefur ekki farið til Parísar. Já, algjörlega. Besti staður í heimi. Já, og síðan bara, þú veist, einmitt ástæðan fyrir því ég fór til Parísar var basically út af Assassin's Creed Unity, skilur. Þetta er bara, þú veist, Assassin's Creed hefur haft mjög mikil áhrif á mig. Já. Af mikil leyti sem er fáránlegt, sko, þannig séð. Já, tölvuleikur hafi þessi áhrif. Já. Ég hef allavega ekki, þú veist, heyrt svona áhrif sem tölvuleikir hafa haft. Nei. Á neinum, sko. En já, það er í rauninni það, þú veist, ég byrjaði alltaf að lesa mig til þú veist, sögulegar fígurur í þessum leikjum og síðan alltaf aðri leiki líka, skilur, sem ég spila sem eru sögulegir líka og hitt og þetta og síðan bara einhvern veginn datt ég rosalega mikið inn í að, þú veist, fræða mig sögu. Og því að það er ógeðslega mikið af áhugaverðu dóti sem gerðist sem maður lærir ekkert endilega í skólastofunni. Nei, bara alls ekki. Veist, og svo einmitt kynnust við. Já, og þá einmitt svona 2018. Já, 2018. Beint þegar ég flytt heim frá París. Já, akkurat. Það var bara 4 dögum eftir að ég flytt heim eða eitthvað. Já, þá kynnust við. Og við höfum ferðast ýmislegt og ég hef einmitt farið með þið til Versala og verið túrgætt. Þar við bara einhver túrgætt fyrir þig. Það er ákveðin upplifun að fara með Elísu til Versala því hún veit allt. Það er magnað. Og ég sverða, ég held að María Antonetta hafi verið svona sálusystir mín. Nei, 100%, sko. Alveg bara ekki spurning, sko. Já, hún veit allt hvernig er best að fara. Það er leið til þess að sleppa við röðina. Elísa veit það. En já, það er sem sagt, leið til þess að sleppa við röðina sem er sko stundum 2 tímar í biðtíma, sko. Meira. Já. En, nei, ég náttúrulega bara var það nú svo oft, þú veist, ég var bara á söfnum. Já. Þegar ég bjóða hana. Já, skilur vel. Að ég fekk fríttinn á söfn, en það var bara af hverju ekki. Sérstaklega ef einhver hlustandi er undir 26. Já. Og ef þið farið til Parísar, farið þið á söfn. Það er allt frítt. Nema, sérsagt, Louvre. Nei, Louvre er frítt. Louvre er frítt, já. Louvre er frítt, en það eru einhver örfásöfn sem eru ekki inn í þessu. Orsay er ekki. Það er mismunandi við hvernig hún talar hana. Ég kannski rugla svolítið líka því að ég var náttúrulega með nemakort. Já, nemakort er hana, sko. Já. Og Louvre er ekki partur af þessu því miður. Þú þarft að borga þar. Nei. Jú, ég er eiginlega viss um það. Nei, það er átt hjá þér. Ok. Ég er samanlega með vera ósk. Ok. Allavega. Orsay er, sem sagt, þú þarft að sem sagt, borga. Já, þú þarft líka borgan í Versali. Já. En það er worth it að taka allan daginn. Já, sérstaklega farið, þú veist, einmitt skoði garðana þegar það er vor eða sumar eða eitthvað. Já, það farið í Trianon og Petit Trianon. Sérstaklega Petit Trianon. Já, hann er geggjaður. En já, ég var kannski að byrja þáttinn. Smáðudur, en já. En já, í dag ætla ég að fjalla byggingu, eða svona byggingu og sögu hennar. En þetta er Highclere Castle sem mögulega margir þekkja betur sem Downton Abbey.
Er það ekki? Jú, heldur betur. Sem kann þetta. En Highclere er já húsið sem að Downton Abbey er tekið upp í. Og já, húsið er til í alvörunni fyrir ykkur sem að viti það ekki. Og það er meira að segja jarl sem býðar ásamt fjölskyldu sinni og starfsfólki. Svipað eins og í þáttunum okkar, elsku bestu. Mér fannst það galið því ég komst að því. Það er nefnilega svo sjaldgæft að þetta sé ennþá til í dag. Nefnilega. Sérstaklega í svona stórum seturum, sko. Já, og mér minnir að það sé mitt 8. jarlinn af Carnarvon. Carnarvon. Það er þá Lord and Lady Carnarvon sem að búa þarna í dag. Húsi sjálft og fólki sem að hefur búið í því á sér magnaðarsögu og ætla ég því aðeins að fara ofan í það hér í dag. Love it. En eins og nafni gefur til kynna að þá er Highclere staðsett nálægt bænum Highclere sem er í Hampshire og sko húsi var byggt snemma á 17. öld en var tekið gegna mestu í kringum 1840. Ok. Og það er svona eiginlega útlitið á því eins og við þekkjum í dag. Já, hvað var bara allt húsið þá tekið í gegn? Já. Bara út og inn í rauninni? Já. Ok. En í dag húsið inniheldur í kringum 200 herbyggi og lóðin er ekki nema 430 hektarar. Sem að, fun fact, er 5 sinnum stærra en Central Park garðurinn í New York. Ha? Hann er risastór. Já, það er öll lóðin. Hún er 5 sinnum stærri. Jesus. Það er brenglaslega mikið pláss. Svæði. Ég veit það. Ég get ekki tala lengur. Ha? En já, mér langar að fara aðeins í upprunalegu sögu landsins. En það var upplega í eigu biskupana í Winchester. Og fyrstu heimildir í rauninni eru frá árinu 749. Já, ok. Svona langt aftur. Já, nefnilega. Og landi var í eigu biskupana í 800 ár. Já. Þannig að, já, en svo seint á 14. öld var byggt biskupssetur á lóðinni. Og þá er rauninni fyrst komin svona einhver bygging. Já. Eða svona. En það var svo árið 1551 á tímum síðaskiptina sem að Edvard VII konungur gerði eignina upptaka frá kirkjunni. Já. Bara tók hana. Bara takk og bless. Þetta er mitt núna. Já. Dæm. Þannig að, en ég meina, hann er konungurinn. Fokkar eitthvað ekki hóngunum, sko. Nei. Og það voru mjög mikla breytingar í Englandi á þessum tíma. Já. Sem við ætlum ekki að fara eitthvað út í. En segjum bara samskipti kirkjunar og England hefur ekkert alltaf verið. Nei. Svona bestu nótum. Það eru til kaþólsku kirkjunar. Já, kaþólsku kirkjunar, sérstaklega. En þar sem eignin og náttúrulega landið var nú í eigu konungs, þá mátti hann gera við það sem hann vildi. Og að ósk konungs var það Fitzwilliam fjölskyldan sem eru fyrstu eigundur hennar. Og þannig er hún loks komin í einkaeigu. Já. En eftir það svo svona, já, flakkar hún svolítið milli eigenda, það er svolítið lítið eignina. Það er svona lítið heimildum eignina á þessum tíma. Það er lítið heimildum yfir höfu og einhverju svona. Já, algjörlega. En allan ég veit að snemma á 17. öld var svokallega svona manor house byggt. Já. Er það eins og við þekkjum það í dag? Nei. Nei, ok. Nei. Já, ok. Nei. Árið 1679 þá var eignin seld til mann sem heitir Robert Sawyer. En hann var lögfræðingur og pólitíkus sem seinna var svo dómsmálaráðherra á tímum Charles Annars og James Annars konunga. Er þeir ekki frekar umdeldir? Jú, með myndi það. En þannig er svona eignin fyrst almennilega komin í einkaeigu. Já. Fyrst hún var bara seld einstakling. Já. En dóttir hans erfir eignina, af því hún erfir pappa sinn árið 1692 en hún var gift 8. jarlinum af Pembroke. Og þarna erum við þá í fyrsta skipti komið með einhver titil á eignina, eða einhver með titil búsettur. Það var ekki bara einhver mister, það var Earl. Nei, jarl.
Það ekki Earl? Jú, ég bara segja, ef við ætlum að halda okkur í íslenskunni. Ég skil, já, ok. En það er svo sonur þeirra Robert Sawyer Herbert. Frábært nafn. Mjög þjált. Já. Robert Sawyer Herbert. Jú. Já, það heitir það. Þetta bara mjög fyndið nafn. Já, ég veit það. En hann er svona sá sem fyrst byrjar að safna list. Já, maður er enginn sem gerði það áður. Nei, ekki að eitthvað viti. Nei. En já, hann er svona fyrsti sem að byrja svona, og það er mjög mikið frá hans tíma. Já. En í dag. Ok. Ósru. Já. Eikrunni. The Mansion. The Manor House. Við eigum ekki nógu mikið af íslenskum orðum. Nei, ég veit það. Fyrir svona hluti. Mér finnst það leiðilegt. Og það er, Villa, Mansion, Manor. Allt þetta svona, já, þetta er allt í rauninni sikkur hluturinn, en mjög svipað, en nefnilega. Það er samt skilgreiningan á milli. Já. Það er bara, setur í rauninni sem við getum notað fyrir þetta. En þetta var svona smá upptalning, að því svo svona aðeins fyrir þetta núna verða aðeins meira. Já, svona sama fjölskyldan. Já. Vegna þess að hann Henry Herbert, hann er gott nafn, sem er frændi Robert Sawyer Herbert, vinaðins. Hann erfir eignina árið 1769. Okay. En á þeim tíma er hann bara plebba Henry. Já. En honum tekst 24 árum seinna, þegar árið 1793, að verða fyrsti jarlinn af Knafun. Já, byrju, losa hann sig við Pembroke? Nei, að þetta er frændi. Já, þetta er ekki bróð, já. Nei. Ég skil. Þetta er ekki bróður þess allavega. Já. Hann að verða, fyrsti jarlinn af Knafun. Og var það Georg III konungur sem gaf honum þann titil. Ok, nice. Þannig að sem að fyrir ykkur sem að viti þá er það konungurinn í Bridgerton. Sá klikkaði. Eða ekki? Jú. Já. En svona, þú veist hvernig ég er þegar það tala um klikkaða konunga. Já, ég veit. Já. Þið munu kynnast í seinna. Já. En fyrir utan það að verða fyrsti jarlinn af Knafun, þá var það svona helsta sem hann gerði var að græja lóðina sjálfa. Græja garðana, gerði hann svona meir úr þeim, hann plantaði fullt af trjám. Já, þetta hlýtur þá væntanlega hafa verið bara engi í rauninni. Já, í rauninni. Sem eiginlega allt Bretland var rosa lengi. En svona, einmitt í upphæfi 19. aldar, þá er Highclere svona kassalega og það er kallað classical mansion. Okay. Bara basically mjög plain, karakterslaust hús. Já, en samt alveg stórt. Pínu eins og arkitekturinn í dag. Nei. En já, þú veist, þannig að það var mansion, en það var ekkert varið í það. Nei. Og hér sérðu mynd af því hvernig það var. Veistu hvað ég á við? Vá, þetta er rosa karakterslaust. Já. Mæli með að googla þetta í mitt. Já, það er bara Highclere Castle 1800. Já. Þá sjáu þið hvernig það var, en eins og sé, þetta er ekki ljótt. Nei. En miðað við það sem við þekkjum í dag. Miðað við það sem við þekkjum í dag, já. Allavega hana, höldum áfram. Þriðji jarlinn tekur svo málinn í sínar hendur, en hann réði árið 1838 arkitektinn Charles Barry. Já. Manstu hvað það er? Þetta klingi í bjöllum, hann var að með minnir mjög mikið að hanna garða. Nei. Nei, er ég örugglega? Nei, en hann er best þekktur fyrir hönnun sína á þinghúsinu í London, Westminster Palace. Það er það sem ég einmitt. Þú veist, það bæði hægt að segja Westminster Palace eða Houses of Parliament. Já, einmitt. Og þú sérð það núna líkindin. Já, vá, þegar þú segir það er rosa einmitt líkt. Svona þessi pínu svona gottneski stíl. Já. En það sem þriðji jarlinn baðum var einfalt. Gera húsið upp innan og utan í Jacobean stíl. Já. En hann vildi samt hafa smá ítalskt/gothic ívaði. Já, ok. Og þetta var alveg smá ströggl á milli þeirra. Já, ég get ímyndað með það. Að því að Charles Barry vildi fara rosa mikið í
enn gotneska, ítalska stíl en Jarlinn vildi hafa þetta aðeins meira klassist Já. en að því þetta var náttúrulega frekar stórt verk að því að hann var líka að stækka húsið Já, meinar. Þannig að þetta tók nokkra áratugi að græja og bæði Charles Berry og Jarlinn þeir dóu áður en húsið var klárað undir skringilegum kringumstæðum en það var svona að mestu búið að utan Já. Mér fannst þetta bara fyndið. Já, ok, en að hana þetta var tók ógeðslega langan tíma Já, skiljanlega. Stórt verk Já, risastórt. Ég meina, yfir 200 herbyggi Já. En fjórði Jarlinn réði arkitektin Thomas Alum en hann hafði unnið með Charles Berry Já, svona þekkti til og þekkti vinnuna hans og svona og hann í rauninni réðan bara til þess að hafa yfirsýn yfir því að sín Berry myndi klárast. Ok, það er mjög sniðugt. Þannig að hann í rauninni bara réðan til þess að klára verkið og þar sem þeir eru unnið saman að það þá svona vissan hann gæti svona fyllt inn í eyðunar ef það vantaði en samt að passa allt væri í sínum stíl. En verkið var svo loksins klárað árið 1878. Vá, byrjaði 38. 40 ár? Já. Það er... Þannig að þá er alveg skilrætt að þeir hafi dáið það ná. Ég myndi segja það. En öll vinnan var svo sannarlega þess virði. Já. Og Highclere þarna þá orðið að því húsi sem við þekkjum í dag. Já. Og það hefur haldist í þeirri mynd síðan. Það er náttúrulega mjög merkilegt hús sem sagt frá arkitektúr sjónarhorni, sko. Það því að einmitt hafandi verið byggt löngu fyrir innan gotneska tíma, þú veist Victoria tímabilið þetta fyrir, sko. Já. Að það hafi tekið svona rosalegum umskiptum í rauninni. Það var ekkert venjulegt. Nei. Þannig að þetta er mjög áhugavert að því leitir. Já, og líka að þá þessi svona 3 stílar í rauninni er að koma saman í einn. Nefnilega. Þess sem að gera húsið rosa einstakt. Já, 100%. Það er ekki eins og öll önnur. Nei, og þó maður sjá líkindi við Westminster Palace, þá er það alls ekki eins. Nei. En þú sérð bara að þetta er sama arkitektin í rauninni. En á prime tíma Highclere voru 60 manns að vinna. Í rauninni svona þjónustu fólk. Já. Bara í húsinu. Og bara í húsinu? Já, og þá er að tala þjóna, þernur, kokka. Það er talað að voru minna að það voru 5 kokkar. Shit. Og álíka margir aðstofakokkar. Wow. Og svo varstu með butler og svo assistant butler og footman og first footman og alla housekeeping. Það er rosalegt. En í dag eru 20 starfsmenn sem sjá allt. Það er samt ógeðslega mikið. Nei, en það er þá verið að tala allt. Með þá garðirkjum. Með garðinum og með hesthúsunum og öllu svoleiðis. Það er samt alveg mikið. Já, en ég meina úr því samt að það voru kannski 13 manns í eldhúsinu bara að þá eru það farin niður í 2. Já, reyndar. Það er alveg rétt. Þú veist, ef við horfum bara á það. En eins og var líka sagt í heimildamyndin sem ég horfði á að bara þeir eru líka með aðeins betri tæki og tól til þess að vinna vinnuna. Þetta er aðeins auðveldara í dag. Þetta er aðeins auðveldara. Já, og það er líka ekki að handvaska upp allt og... Nei, eða, þú veist, einmitt, láta allt sitja úti eða eitthvað svona... Handþeita, dísus. Getur ímyndaðir hægri hendina á öllu þessu bliði? Já. Dísus. Gálið. En af öllum jörlunum, mótilegum að kjónlega, Jörlunum. Við erum að reyna að halda okkur í íslenskunni. En þá er sá 50 sem er svona hvað þekktastur aðeim. Ok. Manstu eitthvað? Nei. En ég mun koma að því eftir smá. Þess vegna hann er svona talið þekktastur. En hann, kallinn, var búinn að koma sér í smá skuld. Hann var í smá vandræðum. Ok. Og því ég segi smá skuld þá meina ég svolítið mjög mikla skuld. Já. Og hann var nálægt því að missa Highclere. Svona pínu eins og í þáttunum? Pínu eins og í þáttunum. Já, ok. En hann var með lausn á vandamáli sínum, svipað eins og í þáttunum. En hann giftist henni Almínu Wombwell. Þetta er allan að skrifa bara womb, eins og leg, og well, Wombwell. Almína góðleg. Leggóð. En hún var dóttir bankamannsins Alfred de Rothschild. Já, Rothschild, ég veist það. Sem þýðir að henni fylgdi ansi stór heimamyndur.
eða dowry ásamt því að það var hún sem erfði pappa sinn og allt hans þegar hann dó. Áhört. Þannig að hann komst upp úr skuld og þau höfðu það ansi gott. Já. Að því að hún Almína vildi aðeins það besta. Einungis. Hún líka smá svona magihandunett. Jaha. Já, þú veist, hún vildi flottast kjólana. Já. Og húsgögnin og allt þetta. Og svo hélt hún líka víst bestu partíin. Það sem var bara allt flæðandi í kampæni og þau var bara verið að dansa til 8 morgun. Geggjað. Sem svona minni smá sögur sem maður heyrt magihandunett. Já. Á ákveðnum tíma eins og breytt. Já. Og meðal annars, þeir sem hafi ekki séð þættina, þeir kannski veit ekki alveg, en The Drawing Room, græna, svona ljósgræna herbyggið, það sem sagt, hún hannaði það herbyggi. Já. Og eins og veggfóðrið silki. Jáhá, það rosalegt. Sem svona sýnir hversu mikið hún vildi bara allt. En árið 1907, fjármagnaði jarlinn leiðangur til þess að finna Egypts grafhýsi í The Valley of the Kings. Já, einmitt, núna. Sem verið mitt ástæðan fyrir því að hægt sé að segja að hann sé svona sá þekktastur af þeim öllum. En markmið hans var að finna eitthvað sem að enginn hafði fundið áður. Hann vildi koma sér á kortið, skrifa blaði í sögunni. Og hann gerði það svo sannarlega vegna þess að hann réði fornleifafræðing Howard Carter til þess að leita og vonandi finna gröf Tutankhamun, The Boy King. En það tókst að loks hjá þeim árið 1922. Þannig að 50 jarlinn af Knaven og Howard Carter og föruneyti þeirra, þau fundu gröf Tutankhamun. Sem náttúrulega bara stærsti svona fundur. Þetta stærsti fornleifafundur. Þetta stærsti fornleifafundur. Sko. Já, að því að fyrir eitthvað sem viti ekki, þá þetta sérstaklega merkilegt að því að það hafði enginn fundið hana áður. Nei. Það var ekki búið að brjótast inn og stela. Það var bara ennþá sama innsiglið á hurðinni. Og hann við hliðin á Howard Carter þegar þeir opna hurðina. Já. Og hann segir eitthvað, jarlinn segir við Howard, what do you see? Og hann segir, the most wonderful things. Eða segir eitthvað svona. Geggjað. Að þetta náttúrulega bara galið. Þetta galið og líka einmitt fyrir þá sem vita ekki að flest öll þessi grafhýsi sem vita var á þessum tíma var búið að brjótast inn í og stela meiri hlutunum. Að því að grave robbers voru svo sannarlega áferðli í forni Egyptalandi. Já, Frakkanir líka. Þannig með Napoleon, þeir stálu helling og þannig að þetta var alveg þekkt. Þetta er mjög þekkt og þetta er alveg ennþá þekkt í dag og jafnvel margir sem kannski þekka ekki nafnið Tutankhamun en leið að sjá myndina af kistunni eða Death Mask að þá fatta hver þetta er. 100%. Það var allir séð þetta. En svo, aðeins 4 mánuðum eftir fundin á gröfinni, að þá deyr jarlinn í byrjun ás 1923. Oh my god. Þetta er ekki eitthvað spennursaga, sko. Samt. Þetta algjör mystería? Já, nei, sko, ok. Við getum ekki alveg skautað framhjá gröf Tutankhamons án þess að tala bölvunina. Nefnilega. Þú veist, það var talað hana. Það alltaf talað að sé a curse. Já. En líka, að því að hann þetta er alveg smá galið hvernig hann deyr. Hann verður nefnilega bitinn af moskítóflugu. Já, það var það. Og deyr úr blóðeitrun út frá bitinu. Eða það sem á ensku er septicemia. Já. Þetta er rauninu blóðeitrun út frá bakteríusýkingu. Og það, sem sagt, mér minnir að þetta sé hann, en að, sem sagt, það er svipað ör á múmíunni, eða líkir hans Tutankhamun. Jaha. Já. Þess vegna var þetta svo mikið tenging, sko. Já. Og það var annar sem dó út af sýkingu þegar hann var að raka sig og hann rakaði sig sem sagt og skar sig á sama stað. Aha. Já. Það er alltaf að tala þetta, svona the curse of the mummy og þannig. Og við værum ekki með múmíusögur í dag nema fyrir þetta, sko. En svo nefnilega líka á sama talað að þetta sé að hafa verið á sama tíma og jarlinn deyr að þá heima í Highclere að því hann deyr út í Egyptalandi heima í Highclere að þá byrjar hundurinn að spangóla og deyr á sama tíma.
Við eigum ekki hundaskilið. Nei, við eigum ekki hundaskilið, ángríns. En þrátt fyrir dauða Jarlsins þá hélt ekki hans, hún Almína, áfram að styðja Howard Carter og teimið hans fjárhagslega. Jaha. Já, og ásamt því þá eytti hún miklum tíma með þeim út í Egyptalandi. Já, ok. Þannig hún var henni bæði að styðja þá fjárhagslega og, hvað ég sagði, andlega. Já, okkur ekki. Þú veist, en hún hafði mjög mikið áhuga á þessu. Já. Og hún vildi halda áfram í rauninni arfleið eiginmanns síns. Það var náttúrulega út af þessum fundi náttúrulega komið svona mikið svona Egyptæði í rauninni. Já, mjög mikið Egyptæði á Englandi. Já, og einmitt ég hef heyrt að það voru sumir sem keyptu múmíur á svarta markaðnum. Ha? Ok, það er eitthvað að kanna tengsli við það hvort það sé eitthvað bölvun á þeim fjölskyldum. Það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera. Já, þetta var mann þetta hafa heyrt þetta sko að kannski bara keypt heila múmi og hún var oft bara stillt upp í stofunniðinni sko. Nei. Jú. Nei. Ef ég myndi koma heim til eitthvað og það væri múmi einu stofu, ég myndi snúa við og bara ganga rakleis út. Já, ertu ekki að djúka? Ég myndi bara, nei. Ég myndi gera... Ég ætla ekki að taka þátt í þessari bölvun sko. Nei, ég myndi taka sko allar hjátrús svona Já. Að þú veist, kasta burt bölvunum bara. Einmitt. Þú veist, þetta sko, þetta bara, veist, ég er ekki að fara að taka sensin. Ég er ekki hjátrúfullur maður. Nei, ekki heldur, en þú bara fokkar ekki múmíum sko. Nei. Þú fokkar ekki forn Egyptalandi. Þú fokkar ekki fokkin múmíum sko. Þú fokkar ekki forn Egyptalandi. Nei. Og þessin er líka alveg smá galið að því að það er talað að við erum mögulega nálægt í að finna gröf Kleópötru. Já, ég er svo spenntur. Ég veit það, en það er samt nefnilega eitt geggjað að því að hún við sagði No man shall ever find my tomb. Já, einmitt. Og það er sú Já, sú nefnilega. sem hún er komið mjög nálægt í við staðfinnana. Ég er ekki búin að kanna mér þetta nógu vel, en það er mitt kona. Já, með geggja. En já, smá útidúr. Já. Þannig að Við munum pottið taka fyrir, þú veist, múmíur og eitthvað svona. Já. Það er bara 100%. eins og segi, bara senda á okkur ef þið hafi ykkur hugmyndir. Við erum opin fyrir öllu. En annað með 5. jarlinn, því núna hoppum við aðeins aftur í tímanum nokkur ár. En fyrir heimstyrjöldin breytti mjög miklu fyrir Highclere. Já. Sko, fyrir náttúrulega fyrst að það var stríð, heimstyrjöld, og það voru í heildina 75 karlmenn sem fóru frá eigninni til þess að berjast. 75, vá. 75. Það er rosalegt. Já, það er nefnilega mjög mikil fjöldi. Og Lady Carnarvon, hún Almína, við erum ennþá á henni Almínu okkar. Hún var eiginlega bara frekar mögnuð, verð ég að segja. Já. Að því að hún var staðráðin í því að breyta Highclere í sjúkrahús fyrir slasaða hermenn. Já, það var hún sem kom með þetta. Ha? Og það er hún sem réði lækna, skurðlækna, 30 hjúkrunarfræðinga og hún breytti nokkrum herbyggjum í skurðstofur. Vá. Hún ætlaði að láta þetta gerast. Já. Og í byrjun september á 1914 þá varð Highclere formlega að bráðabyrja sjúkrahúsi sem í heildina hjálpaði 100 manna. Það er magna. Það er magna. Þannig að þetta var miklu meira heldur en var í þáttunum. Já. Þú veist, þetta var ekki svona eins og þetta kallað convalescent home. Nei, þetta var bara spítali í rauninni. Já, það var að tala um makeshift hospital. Já, svona, sem er svona bráðabirgða. Já, þú veist, þetta var í rauninni convalescence home, en þau gátu gert aðgerðir og allt þetta. Já. Þú veist, þau voru meira að lækna, en þeim máttu vera hana til þess að jafna sig. Já. Líka. Gekka. Þú veist, þetta var í rauninni bæði convalescence home og makeshift hospital. Já. Og líka bara svona snemma. Já, hvað er ekki 1914? Jú, byrjun september. Já. Það er bara nokkru mánuðum inn í stríði. Já. En svo í síðar heimstyrjöldinni þá var húsi notað sem heimili fyrir þau börn sem þurftu að senda burt frá London. Þetta sprengihættu. Já. Þannig en það er voða lítið til heimildir frá þeim tíma. Já. En það er einhverjar myndir og þau bjuggu til að auka skóla og Já, ok. Fyrir þessi börn. Og ég las einhverja grein konu sem að þá bara núna fyrir nokkrum árum heimsótti Highclere aftur. Já, ok. En hún var bara 4 ára eða eitthvað þegar hún var send frá London til þess að búa í Highclere og meðan heimstyrjöldin var.
Hefur hvað það ekki ekki það? Þannig að og hún var eitthvað að taka myndir af sér og finna myndir af sér og það var viðtal við Lady Carnarvon og Geggjað. en já, eins og segi, það er samt svona lítið til það. Þú veist, það er meira til fyrir heimsstyrjöldina. Já. En ef við hoppum svo smá yfir núna í 21. öldina, þá þurfti að gera við þakki á húsinu og eins og getur ímyndaðir, þá hefur það ekki verið ódýrt. Nei. Svo, Lord and Lady Carnarvon settu að stað árið 2007 egypska sýningu í kjallarhúsins til þess að segja söguna af því hvernig gröf Tútankamón uppgötaðist og tengingu fundsins við Hækler. Já. Og hann er nefnilega núna 8. jarlinn af Carnarvon. Hann er ennþá. Já. Og hann er nefnilega líka alveg svolítið svona fan af egypska dóti. Þannig að hann létu skera eftirmynd af þann kistu Tútankamóns og létu gera eftirlíkingu af fullt af svona egypskum munum sem að þá langa hans. Já. Langa hans. Já. Einhver af þeim. Þú veist, átt að hafa fundið. Já, geggja. En náttúrulega, þú veist, af mjög skiljanlegum ástæðum gat hann ekki verið með alvöru. Það er mjög skiljanlegt. En svona, þetta er samt alveg vel gerðar eftirlíkingar. Já, alveg bara... Já, þetta lítur mjög vel út. Já. Þannig að, og þessi sýning er enn í gangi. Ennþá? Já. Vá, geggjað. Þannig að þú getur ennþá farið og kíkt á egypsku sýninguna sem er í kjallaranum. Pepp, ég er mjög til. En svo 2 árum eftir það, árið 2009, þurfti aftur að leggjast í mikla lagfæringar á húsinu. Þetta. En þá voru 50 herbyggi ónótæf. Og þau bara voru skemmt. Já, meinar. Að því bara það var ekki til nóg peningur fyrir viðhald og þú verður bara Já, og það bara endanum grotnar þetta pínu. Já, og eins og þau líka töluðu þú veist, að þakið var mikilvægast. Að þau, eins og þau sögðu sjálf, bara það skiptir engu máli að laga eitthvað innan ef það flæðir allt inn. Já, akkurat. Þú veist, en að þakið var fyrst og svo þau þurfti að fara. Já. En þau þurfti því aftur á miklum fjármunum að halda. Þá fengu þau það sem hægt er að kalla staðista tækifæri þeirra að hinga til. En þættirnir bestu, Downton Abbey, hófu göngu sína árið 2010 og eru teknir upp á mestuleiti í Hækler. Sem er magnað. Og smá svona side note, en það er nefnilega mjög gaman að þættinni nýta sér að vissu leiti sögu eignarinnar, eins og þú ert búin að nefna. Eins og til dæmis þá verður Downton að bataheimili, svona convalescence home, fyrir særða hermenn í fyrstu heimsstyrjöldinni og þau sýna einnig frá því þegar konungur og drottning Englands heimsækja Downton. En Edward VII kom til dæmis í svona skotveiði partí yfir heila helgi, þannig að minni að verið 1908 eða eitthvað svo leiðis. Já. Og 1890, ég man það ekki, það var eitthvað í kringum 1900. Og talið er að þessi helgi sé svo allra dýrasta sem Hækler hefur séð. Já, ok. Viltu giska hvað þessi helgi hefur kostað? Það... Í today's money. Í dag? Já. Jesus, erum við að tala í pundum eða erum við að tala í krónum? Krónum, ok. Þá langar mig að segja, ef þetta er allra dýrasta, þá langar mig að segja 200 milljónir. Ok, það er kannski fullt mikið, en það er 70 milljónir. Það er samt ekki mikið. Ein helgi. Já. Eða veist, maður veit aldrei með þess að konga, sko. Nei, ég veit það. En Elísabet önnur Englandsdrottning og prins Philip voru reglulegi gestir í Hækler. Það? Og prins Harry hefur meira segja kíkt í heimsókn. Í alvörunni? Ekki Meghan, svona. Nei. En ég veit þetta er lítið, en þetta er samt gaman að tengja saman. Já, 100%. Það er svona að tengja saman söguna við húsi sem þau eru að taka upp í. Já, einmitt. Það er einmitt það sem gerir þess að þætti frekar svona einstaka. Þeir eru bestir. Geggjaðir. Einmitt, þau svona tvinna í rauninni sögulega atburði við sem sagt þættina, sem er ekkert alltaf gert. Nei. Og þessi tenging við húsi sjálft, skilur. Þetta er mjög einstakir þættir að þessu leiti. Einmitt, og þættinu urðu mjög vinsalir. Og gerðar voru 6 seríur og 2 bíómyndir og það eru svona einhverja orðramar að það er eftir að koma eitthvað meira efni en það er ekkert staðfest.
Sko, það var náttúrulega gaman en Maggie Smith. Ég veit það. Já. En, Ég ætla ekki að segja meir. nei, það er ekki spoiler fyrir neinum. Nei. En nefnilega annað side note að Julian Fellows, sem skrifar Downton, vinur Lord and Lady Carnarvon. Já, ok. Og hann var með Highclere í huga þegar hann var að skrifa handritið. Já, ok. Það er áhugavert. Þannig, og þá er svo geggja fyrir hann að hafa fengið að taka þættina upp. Já, Í, akkurat. já. En með vinsældum á þáttunum jókst einni áhugin á Highclere og fjöldi fólks vildi heimsækja eignina og Carnarvon fjölskyldan hefur svo sannarlega nýtt sér vinsældinar og bjóða þau upp á, að því að hægt að fara og heimsækja húsið. En þó bjóða þau upp á nokkra mismunandi svona túra eignina og meðal annars sérstaklega Downton Abbey túr sem er svona film and location, eitthvað svona þannig. Hægt að fara í afternoon tea Geggjað. og picnic og það er hægt að gista á lóðinni. Það er magna. Ekki í Highclere Castle sjálfum samt. Sant, það er næsti bara við. Sko. Ég veit það, en samt á lóðinni og í hús er svona eignum sem eru frá minni 1700 eitthvað. Það er magnað. Þannig, en ég tjekkaði það er allt uppselt fyrir árið 2024, bara svona, þannig ég veit að því. Já. En það er hægt að skrá sig á biðlista fyrir 2025. Jú, hei. En með því að vera svona sniðug með þetta, náða að gera Highclere að fyrirtæki, eða meira svona business, að þá eru það að fá inn stöðu að tekjur. Já. Að það er mjög sniðugt, jafnvel þótt að þættinni séu búnir, að þau eru enn að lifa á Downton. En í kjölfarið hafa þau náða að einmitt safna pening, lagfæra og viðhalda eigninni vel og eru þannig að hugsa framtíð eignarinnar. Og 8. jarlinn einmitt sagði að miða við það sem þau eru að gera þá ætti ekki að þurfa að hugsa stórt viðhald á eigninni næstu 150 árin. Já, ok. Svona ef allt fyrir vel. Já. Og já, bara svona, það kostar ekki nema 140 milljónir íslenskar bara viðhalda eigninni árlega. Bokk, það er rosalega peningur. En það er bara viðhald. Það er ekki ef það þarf að laga þak eða eitthvað svo leis. Það er rosalegt. En svo er Lady Carnarvon með podcast. Aha. Já, heitir bara Lady Carnarvon's Official Podcast. Gekka. Og hún er bara fjall allt milli heims og jarðar. Já. Sem tengist lífin hennar, söguna af Highclere, Downton og bara ýmislegt. Og hún er bæði ein eða fær fólk til sín í spjall. Já. Og annarkvort eru það einhver svona vinir eða hún hefur fengið einhverja prófessora eða einhver svona sérfræðingar í einhverju ákveðnum tímabili. Einhvern tíma leikara úr Downton eða? Ég man það reyndar ekki. Minna hún að fengið samt Julian Fellows. Já. En heimildamyndi sem ég horfði á til þess að afla mér frekar upplýsinga Highclere er einnig mjög góð og mæli ég með henni. Að því að mjög gaman að sjá þau og fylgjast með Britanum vinna og öðru starffólki og að því að þetta er nefnilega mjög svo nútíma real life Downton Abbey. Já, geggjað. Já. Þetta er elsku besta Downton. Elsku besta Downton. Já, þetta er náttúrulega mögnu saga í rauninni. Ég mitt bara að þetta sé ennþá starfrækt í dag. Veit það. Það eru ógeðslega mikið af kastulum sérstaklega einmitt í Frakklandi veit ég, sem eru bara í rústum sko. Nei, og náttúrulega líka bara í Englandi þá var mörg af þessum húsum voru seld til þess að vera skólar eða eitthvað svoleiðis. En svo var heldur ekki not fyrir þá, þannig að það var flest af þeim bara voru jöfnum við jörðu kringum 1950. Nefnilega. Þannig að þau séu ennþá starfrækt. Bara magna. Það er galið. Og þið sem hafi hort á Downton, þá er Britinn þeirra alveg eins og Carson. Svona uglulegur. Nei, en hann er bara þú veist, það hræðilegast sem við getum gert er að break tradition. Auðvitað. Og það verður alltaf að vera sett rétt á borðið. Auðvitað. Og bara það verður alltaf að vera fullkomið. Og hann þjálfaði sá sem leikur Carson. Já, Jim Broadbent. Nei, oh my god, Jim eitthvað. Jim Carter eða ekki? Carter, jú, Jim Carter. Já. En hann þjálfaði hann. Það er magna. Fyrir hlutverkið. Ekki fyrir það, hann gerir þetta svona vel. Já, og hann meiri sér að segja sko að hann myndi ráðan.
Það? Já, Það er vel gert. það er rós. Já, það er rós. Það er rós, en já, hann er mjög fyndinn og hann er þann í heimildamyndinni Já. að tala um hvað það er mikilvægt að halda öllu eins og það á að vera og allt eigi að vera elegant Já. og svona. En já, Það er magna. ég ætla að vona að eitthvað fannst þetta jafn áhugavert og mér. Mér fannst það allavega. Ok, það er gott að heyra, gott að heyra ástu mín. Já, ég segi bara takk fyrir hlusti í dag og Já, þannig til næst. þangað til næst. Hey, takk Bye. fyrir.